Sindri, þetta var hörkuleikur en svona fór þetta. Hvernig líðaninn svona strax eftir leik? Ja, bara ógeðslega súrt. Mér fannst við bara að gefa allt í leikinn, við vorum ofan á í leiknum, komst í margar mjög fínar stöður en náum ekki að búa til þetta dauðafæri og það er ljótt að segja, mér fannst við vera betri í leiknum en það er oft þessi litlu móment, það fellur einn bolti fyrir þá eitthvað rebound eftir skot og það vinnur leikinn. Ósakent að mínu mati, en stundum tapar þeir áttur að leggja allan fram og það gerist í miður í dag. Manni fannst svona, já, Keflvíkingar fengu færi í fyrri hálfleik sérstaklega þegar Ásgeir Helgi kom og náði dúndur skoti en Jökull varði bara vel frá honum. Já, gerum vel og náðum að finna Ásgeir tvisvar fyrir aftan og Frans einu sinni líka og Ásgeir fær eitt færi og svo fáum við tvisvar svona cutback sem að fara ekki á rétta mann en ég meina, þetta er bara ógeðslega súrt spilamennskan í seinni fyrir við alltaf langbesta lið seinni hluta mótsins en það er ekki nóg að vera góð bara í 11 leiki og því að annars værum við komnir í efstild. Þannig að það er kannski eina sem við getum breytt, það er kannski að fyrstu 11 leikinir eru í 9. og 10. sæti en síðan þá erum við besta lið og það sýnir sig og tölfræðin bendir á það en svo kemur eitt svona leikur þar sem að eitt moment eftir frá okkur og þá bara er ekkert annað í stöðunni en Keflavík ætlar að fara í bestildina 2016. Já, það er svona dagsformið kannski en þetta var hörku jafn leikur samt sem áður þótt þú segir að Keflavík hafi verið ofan á. Já, mér fannst bara að það var ekki dauðafæri í leiknum þannig séð nema Ásgeir Helgi svona smá þröngt gott færi í fyrri hálfleik. En ég meina, tilfinningin mín inn á var bara að þeir voru aldrei að fara að skora nema í vító en það skiptir engu máli, þeir skorið þetta eina mark og það verður bara súrt og verður súrt næstu dag. Og þegar markið kom þá var bara ekki nægur tími til að vinna upp? Nei, við komumst þetta samt, aftur og aftur og erum við þetta er alltaf næstu í. Hvað fenguð þið? Þrjár hornspyrnur í röð þannig? Já, 3 hornspyrnur í röð og einhverjar góðar stöður og vildum eitthvað víti og eitthvað svona. Við reyndum allt, það gekk bara ekki og það er það leiðilega en ég get lofað því að ef svona leikur kemur aftur og við reynum svona mikið þá fellur þetta til okkur endum og það bara er augljóst. Það er alveg nokkuð ljóst, en ég bara segi gangi ykkur vel og það er bara eins og segir besta deild 2026. Já, það er ekkert annað í boði, út í ekki getum við farið inn á 2025. Ert þú með lausan samning? Já, áramótin. Og þú heldur náttúrulega áfram og endur sem við Keflavík? Já, það er bara mjög líklegt. Við vorum ekki búin að setjast niður en mér líður mjög vel þannig að við þurfum bara að skoða hvernig staðan verður. Ég get ekki svarað því núna, við erum ekki búin að klára neinn mál. Já, ég hlakka til að sjá þig í Keflavík næsta sumar. Takk hérlega.